Komið sæl, þetta Pólitíkin, 41. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Á fimmtudagi síðustu viku kynntu stjórnvöld nýja matvælastefnu fyrir Ísland, en verkefnahópur á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur unnið að stefnunu nokkurt skeið. Verkefnið í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar og tilgangurinn meðal annars að draga fram áherslur stjórnvalda ásamt því að móta framtíðarsýn, markmið og tillögur að aðgerðaáætlun til að innleiða í íslenskt atvinnulíf og stjórnkerfi. Stefnan yfirgripsmikil og henni fylgir aðgerðaáætlun í 31 lið. Þar komið inn á fjölmörg atriði, sjálfbærni, neytendavernd, eftirlitskerfi, nýsköpun, matvælarannsóknir, lífhagkerfið, merkingar á matvælum og fæðuöryggi, svo fátt eitt sé nefnt. Það ljóst að svona viðamikið verk ekki hrist fram úr erminni. Til að ræða þessi mál hef ég fengið til mín góða gesti, þau Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Völu Pálsdóttur, formann verkefnahóps matvælastefnu. Verið velkomin. Takk. Ef við byrjum á þér, Kristján Þór, ef þú segir okkur kannski aðeins frá því af hverju þú ákvaðst að fara þessa leið fremur en einhver aðra. Já, og takk fyrir boðið í þáttinn. Ástæðan svona í megindráttum liggur kannski fyrst og fremst í því að það komið töluvert óvart þegar ég kom inn í þennan málaflokk að það lá engin stefnumörkun fyrir á sviði matvælaframleiðslu á Íslandi og þetta náttúrulega grundvallar mál fyrir Íslendinga, sjávarútvegur, landbúnaður, garðyrkja, skilurðu, og það gildir í rauninni það sama bara stefnu fyrir landbúnaðinn í heild sinni. Þess vegna erum við að vinna það núna þessa dagana að leggja drög að stefnumörkun til lengri tíma í landbúnaðarmálum. Það er vinna sem Björn Bjarnason leiðir. Vala leiddi þessa vinnu fyrir mig. Við gerum matvælastefnurnar og ég held að tækifærin á þessu sviðum séu svo gríðarlega mörg og fjölbreytileg og þetta er gríðarlega spennandi málaflokkur og þess vegna það er gríðarlegur áhugi á þessu og þess vegna mjög mikilvægt, segi ég, að móta einhverja svona sameiginlega sýn til hlutana, beina þessum kröftum sem að fyrir eru á þessu sviði í þjóðfélaginu, reyna að stemma það á einhvern veginn saman þannig að við fáum meiri slagkraft þar að segja þjóðfélag á þessu sviði heldur en hefðum ella. Menna, það þekkja allir bara sögu okkar í gegnum aldirnar að við erum matvæla þjóð, við höfum lifað á því að nýta auðlindir til lands og sjávar með sjálfbærum hætti, sérstaklega nú á seinni tíð og tækifærin á þessu sviðum bara með aukinni þekkingu. Ég segi að mörgu leyti meiri fjármunum, greiðari samgöngum, hærra menntunarstigi. Tækifærin í þessu eru í mínum huga óþrjótandi og við þurfum bara einhvern veginn að skýra þau markmið sem við erum að vinna að hverju sinni og eins og ég segi, leiða saman þessa miklu og góðu krafta allt þjóðfélagið. Þetta er svona grunnurinn, Ingvar, að því hvers vegna ég ákvað að ráðast í þetta verk. Það er auðvitað stórmerkilegt að árinu 2020 eða þegar verkefnið fer af stað núna fyrir einhverjum mánuðum síðan að það skyldi aldrei fyrr hafa verið mörkuð nein stefna á neinum af þessum málaflokkum. Það er auðvitað merkilegt og mikil ábyrgð sem fylgir þá formennsku verkefnastjórnar Vala að fá svona stórt verkefni í fangið. Ef þú segir okkur aðeins frá vinnunni, hvernig var þessi hópur samsettur og við hverja töluðu þið og hvernig háttuðu þið þessari vinnu því að afurðin er sannarlega mjög svona mikil þegar maður skoðar þetta. Já, við fengum náttúrulega rauninu bara autt blað með svona og svo til hliðar langan lista ráðherra svona hvað þyrfti nú að taka tillit til í móta þessara stefnu. En upphaflega vorum við 7 sem voru skipuð. Þar af sátum við borðið samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, bændur og neytendur að auki, svo nokkra aukara annara sem voru með sína þekkingu þar inn, meðal annars á nýsköpun. Og
við í raun að skoða bara hvað Ísland að gera árið 2019 í svona ef við horfum heilt yfir á matvælavirðiskeðjuna. Bæði hvað varðar þegar kemur á neyslu, framleiðslu, innflutning, sölu og svo framvegis. Og þegar við vorum búin að ná þeirri vinnu saman, að þá settist við svona niður og mótuðum í rauninni svona grunnþáttinn að þessari stefnu. Og það í rauninni mjög merkilegt að sjá hvað við framleiðum mikinn mat, bæði á sviði sjávarútvegs en ekki síður landbúnaðar. Og ég held að landbúnaðar eigi talsvert mikið inni og hafi tækifæri til að vaxa enn frekar. Og við vildum svona kannski búa til ramma sem væri kannski heldur ekkert of þröngt skorðar, þannig að það væri svigrúm til að vinna innan þessa ramma. Þannig að þetta væri svona 5 grunnþættir sem að við getum svona fellt okkur að og kannski 2, kannski þessi 9 þættir. Við höfum alltaf talað verðmætasköpun, það eru þetta svona grunnur að farsæld hérna á Íslandi og við höfum talað umhverfið og Ísland getur verið í fararbroddi í lausnum og við höfum alltaf verið að vinna mjög vel með sjálfbærni. En kannski 9 þættirna sem við erum kannski að setja fram aukið vægi neytenda. Það bara að styrkja stöðu neytenda á Íslandi. Þeir hafa náttúrulega heilmikil áhrif með ákvörðunartöku þegar þeir eru að versla og þetta snýr ekkert það að hann sé upplýstur, þetta snýr að það sé vera að miðla betur upplýsingum. Það á ábyrgð framleiðenda, innflytjenda, söluaðila líka. Þetta verður alltaf að tala hvort við annað. Og svo hins vegar þátturinn sem snýr að heilsu. Því að stór hluti dauðsfalla fyrir COVID mátti rekja til lífsstílstengdra sjúkdóma og við vitum svo sem svarið við sumum þeirra, það að huga betur á heilsunni og mataræðin okkar og þetta að tengja þetta saman bara mjög svona góður grunnur ef við horfum til matvæla. Var full samstaða þessa niðurstöður að það hafa ekki verið neinir árekstrar innan þessara hópa sem að þú nefndir áðan sem koma þarna að? Nei, alls ekki. Í rauninni, við áttum bara opið og gott samtal og þegar þessi svona kannski grunnskýrsla lá fyrir þá var umboðið endurnýja til verkefnishópsins og hann var stækkar og við fengum fleiri meðal annars sem kom bara að umhverfismálum. Við fengum líka inn samtök ferðaþjónustunnar sem alltaf stór hluti því að fram að þessum heimsfaraldri þá vorum við með að meðaltali 30.000 ferðamenn hér á dag sem við vorum að fæða. Þannig að það alveg sjálfsögðu bara gott að fá sem flesta af borðinu. Og við vorum mjög samstíga þegar við vorum bara svona búa til og mynda þennan grunn. En auðvitað þegar grunnurinn var komið þá var eiginlega mest að vinnan eftir. Það var að móta svo kjötið utan á beinin. Og það var bara mjög gott samtal og ég held að bæði náttúrulega vilja hagsmunaaðilar koma sínum hagsmunum að. Þann sem situr á móti þér á borðinu, þess að það var gott að eiga þetta samtal við þennan stóra hóp sem taldi hátt í 15 manns. Að auki fannst okkur mikilvægt að eiga samtal við fleiri. Við tölum við til að mynda veganista, við tölum við landvernd, við tölum við landbúnaðarháskólann og svo vidare og vidare. Þannig að því fleiri raddir sem við fengum inn að þá náttúrulega fáum við bara betri skilning á svona hvaða ólíkir hópar að hugsa og þess að fannst okkur svo mikilvægt að þetta fyrsta stefnan að hafa hann ekki á þröngt mótaða þannig að hún bind okkar eitthvað við heldur hún geti aðeins hreyft sig og við sáum það bara núna þegar heimsfaraldur skellur á að þó að við viljum til að mynda minnka plast í meðferðum af matvælum þá þetta ein öruggasta leiðin að koma matvælum til neytenda hún líka lengir líftíma matvöru og allt í henni núna í vor sáum við fólk með hanska, plasthanska og það vildi í rauninni frekar fá matvæli í umbúðum heldur en ekki og það bara öryggi og þetta bara svona grunnþáttur matvælastefnu. Það ekki annars vegar það að við fáum fæðun okkar en líka hún sé örugg. En ef þú fer kannski bara, þú komst inn á áðan svona breiðumyndina og þessi 5 áherslu þættir að þú fer kannski stuttumáli svona hverjar eru helstu niðurstöðurnar í þessari yfirgripsmiklu stefnu? Já, ef við horfum bara til heilt yfir á bara framleiðslu á Íslandi, verðmætasköpun, þá er það bara lykilatriði að við höldum henni áfram og það þarf að hlúa nýsköpun og svona aukinni framleiðni hér á landi. Við höfum séð til að mynda sjávarútveginn vinna mjög vel úr sinni stöðu og við höfum séð hliðargreinar vaxa og bretta upp og verða stórfyrirtækjum. Og þetta auðvitað bara eitthvað sem við getum lært af og fært yfir á aðra greinar. Þannig að ég til að það sé mjög mikilvægt að hlúa að þessu og gæta að verðmætasköpun en á sama skapi að styrkja byggðir.
það ekkert rosalega gott eins og við sjáum þróun erlendis að matvælaframleiðsla að færast nær þéttbýlum og þjappast saman á eitt svæði eða færri svæði. Það ekki bara út frá umhverfispunkti, bara álag. Þannig að bara út frá þeim punkti ættum við auðvitað að horfa til þess að halda matvælaframleiðslu sem víðast á Íslandi og fara sem best með náttúrun okkar. Það einn þáttur. Þegar við fórum og horfðum á til og með sem ég nefndi neytendur áðan, þá held ég að sé mikilvægt fyrir neytendur að hafa val, hafa frelsi til að velja og hafa samkeppni. Og samkeppni Íslands, hún alveg grundvallar atriði að íslenska vörur eigi erindi inn á markað, hvort sem það hér eða erlendis. Og ég tel að þetta sé svona kannski í grunninn svona stærstu, svo auðvitað með tölum umhverfið, en þetta svona kannski svona tónni sem við lögðum með þessa stefnu, það að gæta að verðmætasköpuninni og auka þetta upplýsingaflæði inn í keðjuna. Að við getum myndað okkur skoðun, hvernig var varan búin, á hvaða leyti, í hvað umhverfið hún búin, var þetta bara svo vinnumarkaðaðstæður, umhverfisaðstæður, sjálfbærni og svo eins og við þekkjum bara hérna á Íslandi. Íslensku landbúnaður býr á þeim sterkar stöðu, hann nálægt markaði, hann með notar lítil varnarefni og þetta í rauninni mjög heilnæm vara og þetta bara hluti sem eiga að skipta máli í ákvörðunartöku. Kristján, nú ljóst að það á þína ábyrgð og undirstofnana að koma þessari stefnu í framkvæmd. Hún eins og við höfum sagt metnaðarfull og kemur inn á marga þætti. Aðgerðaáætlunin í 31 lið. Svona, hvaða aðgerðir munum við sjá á næstunni í þessu? Það fara í einhverjar byltingar og hver verður stærsti ávinningurinn af þessum fyrstu skrefum? Við erum sjálfsögðu ekki að sjá neina byltingar en ég bind mikla vonir við það að vinnan okkar á þessu mikilvæga sviði muni taka töluverðum breytingum. Ég meina við sjáum, við horfum til dæmis bara á sjávarútveg, annars vegar landbúnað hins vegar, að þetta eru gjörólík markmið sem að þessar greinar að vinna að. Sjávarútvegurinn fer að 98–99% á erlenda markað, meðan landbúnaðurinn fer því sem næst eingöngu á innlendan markað. Það semst sóknarfærin á þessara tveggja megin stóða eru svo ólík. Það að segja markhópurinn annars vegar við í landbúnaðinn og sjávarútvegurinn meira verðmætasköpunin erlendis. Það sem við erum að sjá kannski núna á næstunni, að þú spyr bara hvaða aðgerðir þetta eru. Ég meina, ef ég bara gríp svona handahófi einstakar aðgerðir úr þessu, við ætlum að fara í það að halda áfram vinnunni við það að einfalda í grunninn eftirlitið, opinbera eftirlitskerfi. Við ætlum að sjá það vonandi á vorþinginu, frumvarp frá mér til frekari einföldunar regluverksins þar. Ég vil nefna sömuleiðis fæðuöryggi, þá þætti sem hafa verið mjög mikið í svona umræðu, það sem snýr að fæðuörygginu. Við erum hér með eitt verkefni sem snýr að því að móta fæðuöryggisstefnu sem að verður þá þáttur í þjóðaröryggisstefnu landsins og ég hef þegar samið við Landbúnaðarháskóla á Hvanneyri það verkefni sem snýr að okkar hluta við það mikilvæga verk og þessir þjóðaröryggisvísar taka þá meðal annars mið af birgðastöðu í mat og vatni og fleiri þáttum. Það eru fleiri þættir sem að ég vil nefna sem að eru þegar komnir í vinnslu, til dæmis eitt verkefni sem snýr að betri merkingum matvæla. Það í mikilli gerjun og komið eitthvað áleiðis. Ég vil sömuleiðis nefna það að næsta endurskoðun búvörusamninganna á að fara fram árið 2023 og við erum að leggja hér inn aðgerð mjög framarlega á listanum það hvatar að baki búvörusamninganna verði endurskoðaðir á þann veg að þeir ýti meira undir verðmætasköpun í þjóðfélaginu og grunnurinn að þessari endurskoðun búvörusamninganna árið 2023 verður svo vinna sem að Björn Bjarnason að leiða fyrir okkur og Hlédís
það að segja landbúnaðarstefnan væntanlega verður grunnurinn að endurskoðun búvörusamninga. Ég vil sömuleiðis nefna bara svona rétt í lokina því að ég veit að það er töluverður áhugi á því sem að snýra að matarfrumkvöðlum og smáframleiðendum. Það er mjög mikilvægt verk að ýta undir nýsköpun og vöruþróun hjá þessum hópi og við erum með verkefni í gangi núna hér inn í ráðuneytinu sem að snýra að verkefni sem að sauðfjárbændur geti gert meira úr þeim afurðum sem að þeir eru að framleiða og þá á sínum forsendum sjálfur. Það sem gerist næst verður það að við munum setja stefnuna og aðgerðaáætlun á samráðsgáttinu og kalla eftir athugasemdum meðan munu ráðuneytin setja á laggirnar aðgerðarhóp sem að mun fylgja eftir stefnunni og við ætlum okkur að vinna á þann vegur ráðuneytin sem að þessu hafa komið að henni verði fylgt eftir með öruggum og markvissum hætti. Þannig að svo vinna sem búið að leggja í þetta núna og svo reynsla og þekking sem safnað saman í þetta verkefni að hún geti orðið öllum til góðs. Þú nefnir að bændur eða sauðfjárbændur meðal annars geti þá farið að nýta afurðirnar sem betur. Erum við að fara að sjá örsláturhús eða einhvers konar heimaslátrun verða veruleika eins og búið að ræða mikið undanfarin ár og þá aukna heimavinnslu afurða eða hvernig sérðu þetta fyrir þér? Eitt verkefni sem ég nefndi hérna áðan ýtir undir þetta og við erum með það er hópur starfandi í þessu í samvinnu við Landssamband sauðfjárbænda og þá sérstakka áhugamenn þetta. Ég held við höfum auglýst eftir þáttakendum í verkefni og það komum 30-40 bændur sem vilja koma inn í þetta verkefni. Já. Og ég er að vonast eftir því að við getum greint frá einhverjum svona vörðum í þessu verki núna annaðhvort í þessu eða næsta mánuði. Þannig að það er bara frábært í rauninni og ég vil bæta því líka við hérna í lokin á þessar umræðu að við auglýstum og settum á laggirnar matvælasjóð. Þangað komu 266 umsóknir af ýmsum toga og stærðum og ég er að vonast eftir því að niðurstaða úthlutunar úr matvælasjóði verði birt núna í vikunni og þar inni veit ég er þó nokkuð af umsóknir sem einmitt eru svona vísar að nýsköpun, aukinni verðmætasköpun og svo framvegis og framvegis. Þannig að það er margt að gerast á þessu og gleðilegt og mjög framsæknar hugmyndir sem eru að koma fram. Þú nefndir matvælasjóðin og það eru þetta svona ákveðið kannski nýmæli í því bæði tengt matvælasjóðunum og eins þessari stefnumótun að þarna eru þessar tvær greinar sjávarútvegur og landbúnaður farnar að tala saman og vera svona saman á ákveðnum vettvangi og maður velti því fyrir sér Vala kom aðeins inn á það áðan varðandi við nýtinguna í sjávarútvegunum. Ég man eftir að hafa heyrt að hver þorskur sem kemur að landi sé nýttur yfir 90%. Það er farið að nýta svo miklu meira úr þorskunum en áður var gert. Það er ekki staðan til dæmis í landbúnaðinum í sláturafurðum þar. Það er auðvitað gríðarlega miklu hent. Ég held að þessar greinar gætu örugglega lært mjög mikið af hvor annarri svona því að tala meira saman. Hvernig er eitthvað tilfinning á því? Vala, vilt þú byrja? Já, ég held að það sem að gera vel eigum við þetta miðla áfram og við þurfum ekki að finna pjólið í hvað skipti sem við höldum úr stað. Við þurfum að horfa og ég held að samtalið á milli sé nú þegar hafið einhverju leyti og ég bara vonast til að svo verðum við aukið það sem ég finnst líka svolítið áhugavert að því við vorum að tala þessar breytingar og tækifæri Íslands bara matvælaframleiðslu er að í þessum heimsfaraldri sem allt hérna kemur og það setur í rauninu svona fæðuöryggi á oddinn að íslensku markaðar brást ofsalega vel og hratt við nýjum aðstæðum áskorunum og maður verður að segja í rauninni þetta var frjáls markaðar sem leysti úr vandanum þó að ríkið kæmi að og styrkti til dæmis og bara það að tryggja flug á áfangastaði að þá var þetta leyst með vöruflutningum og bændur breyttu framleiðslu til þess að mæta öðrum þörfum því að heimilum voru alltaf náttúrulega stærri kaupendur matvæla heldur en áður vegna það voru ekki stofnanir eða skólarnir lokuð og fleira til og það var bara mjög aðdáunarvert að sjá hvernig markaðurinn brást við en ég held að bændur í rauninni sáu og fundu að þeir eru með svo mikilvægt hlutverk að koma inn og ég held að samtala á milli þessara greina sem hafa náð langt sé að vera góða og ég held að það
Tímalaust, ég tek undir þetta hjá Völu. Það samstarf bara til mikillar fyrirmyndar og getur orðið enn betra. Og við sjáum mismunandi svona tækni stig eftir ákveðnum bara, hvað ég að segja, greinum innan landbúnaðar og svo sjáum við sjávarútveginn sem hefur tekið fram úr mörgum öðrum atvinnugreinum bara ekki hér á landi heldur á heimsvísu og auðvitað allt streymi upplýsinga og þekkinga þarna á milli í íslenskri matvælaframleiðslu öllum til góða. Við sjáum það því ég nefndi matvælasjóðinn áðan, þar eru ákveðnar umsóknir inni sem að einmitt snúa að því að auka nýtingu úr þeirri framleiðslu sem við önnumst eða framleiðum í dag og ég ekki í vafa það að sá stuðningur sem að þarna mun koma fram mun ýta undir frekari verðmæti úr þeirri framleiðslu sem að hingað til hefur kannski verið lítið eða nýtt. Ég held líka að ef að hvatar af búvörusamningum verði endurskoðaðir að það gefur auðvitað bændum líka aukinn sveigjanleika að fara að kanna og fara í samstarfi eða að finna út svona hvar liggur þeirra tækifæri innan búgreinanna. Þannig ég held að það sé bara mjög góða og hvetji bæði, það er ekki bara samtaletur, líka bara sveigjanleiki. En það náttúrulega kannski líka til að styrkja byggðir eins og þið komið inn að tryggja það að það sé meiri fjölbreytni og að það sé þessi hvatar og að framleiðslan þjappist ekki öll, svo vel að koma inn á áðan næst þéttbýlinu að menguninni, að það sé bara mikið að gerast og út allt. Ég held að það hljóti að skipta miklu máli fyrir byggðaþróun í landinu og styðji við þá annað sem við höfum verið að gera í þeim efnum. Alveg klárlega. Ferðaþjónustan og matvælaframleiðsla og þessi stóru iðnaðargreinar þær vinna allar saman. Þess að það er svo mikilvægt að við göngum allir í takt þegar það kemur að þessum heildar, hvað maður segja, svona ímynd, þannig að við séum að vinna að sömu markmiðum, hvort við erum að flytja út matvæli, fá ferðamenn til landsins eða í rauninni að varðveita náttúruna út all land. Þú sér það bara, Ingvar, að svona þessir eftirsóttustu þættir varðandi það sem við erum að láta inn fyrir okkar varir, þeir eru allir hér fyrir hendi í íslenskri matvælaframleiðslu. Það er að segja hreinleiki, hreint loft, hreint vatn, rekjanleiki, þannig að við getum alveg séð hvaðan matvælin að koma, sjúkdómastaða, lyfjanotkun, allt þetta bara í fyrsta klassa ef við tökum veröldinu og leggjum hana á einhverja vogaskála, þá eigum við öll tækifæri hér til hágæða framleiðslu sem að verður ekki eingöngu eftirsótt hér innanlands heldur mun fólk sækja í það meðal annars sem fyrirmynda því hvernig hlutirnir verður vel gerðir. Svona kannski að lokum, nú var stefnan kynnt á fimmtudaginn og þið hafið eflaust fengið eitthvað viðbrögð. Hver hafa þau verið svona helst? Þau hafa bara verið mjög góð. Auðvitað alltaf einhverjir sem að vilja koma meiru að og það gefst á tækifæri til þess að viðra einhverjar aðrar hugmyndir sem ekki inni í stefnunni og aðgerðaáætlun sem að þar að finna. Það gefast tækifæri til þess í samráðsgáttin en heilt yfir þá met ég það þannig að þau viðbrögð sem ég hef fengið sannfæra mig það að þetta verkefni var löngu tímabært og mikil eftirspurn eftir því að fá að stilla saman krafta, vilja, þekkingu til þess að auka bara lífsgæði þessu frábæra landi okkar. Já, ég tek undir það. Ég fengi mjög góð viðbrögð og ég held að lykillinn að því sé náttúrulega bara hversu víðtækt samtalið var í þessari vinnu. Að það fengu svo margir að ljá stefnunni bæði á orð sín og ég held að það svona kannski verið lagt grunn að því að þetta svona, það geta allir fellt sig við þetta, auðvitað vill einhverju meira en þannig það bara þegar margir sitja við borðið að menn verða að komast að niðurstöðu og ég held að menn gangi bara mjög sáttir frá og eru ánægðir. Ég held við látum þetta verða loka orðin í þessum 41. þætti af pólitíkinu leið og ég óska ykkur báðum innilega til hamingju með þetta viðamikla verk, matvælastefnu fyrir Ísland.
og þakka ykkur fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessari vinnu. Fyrir ykkur hlustendur góðir þá hægt að fara inn á matvælastefna.is og finna allar upplýsingar nýja matvælastefnu þar. Og þetta næst síðasti þátturinn á þessu ári. Í næsta þætti ræðir Guðfinnur Sigurvinsson við Bjarna Benediktsson, formann Sjálfstæðisflokksins og fjármála- og efnahagsráðherra, þar sem að þeir munu gera upp árið, horfa inn í nýtt ár, spá meðal annars í kosningarnar og næstu ríkisstjórn. Missið ekki á því.